síðan heldur þetta áfram og hópurinn stækkar og ég fenginn eftir einhverja daga í viðtal á RÚV málið. Já. Mæti þarna á tröppur RÚV, þar viðtalið tekið, Milla Ósk, fréttakona tók það og svo átti bara það að koma í fréttum kvöldið og ég bara sá fram á þarna þetta bara frábær umræða. Heilbrigðis yfirvöld það svona að fara í málið, þrýstingum myndi myndast, allt færi bara í gang og bara frábært ég búin að íta hérna á stað einhverju sem að þarf að taka á. Ég meina við erum að tala um heilsu þúsunda. Síðan bara fæ ég einhver skilaboð minni mig setjum daginn að það sé búið að fella niður viðtalið. Það er ekki að birta það á RÚV. Og býtu, hvers vegna? Hver var skýringin? Skýringin var svo að Milla Ósk sagði mér, held ég hann hringti í hana, að hún væri oft tengd söluaðila dýrunar og það yrði annar fréttamaður settur í málið. Og þar að leiðandi þetta þá bara endur tekið vantarlega og síðan bara heyrði ekkert meir. Og aldrei aftur haft samband við þig? Nei. En þú hefur væntanlega ítt á eftir og spurt eitthvað, hvort að það veri ekki verið að fara að taka annað viðtal við það? Já, ég man ekki hvort ég var að senda eitthvað á Millu en kannski eitthvað einu sinni tvisvar og svo var ég að reyna að hafa samband bara við fréttadeildina og það líði þarna einhverju dagar og vikur og mánuður og ég að reyna að hafa samband í e-mailum og einhverjum skilabóðum og svo endaði með því að ég hreinlega mætti þarna bara á tröppunar aftur á RÚV og bara inn í Anderi og spurðum viðtal við hvort ég gæti fengið að tala við fréttamann. Og mér var ekki boðið inn heldur þá kom Þóra Arnórsdóttir bara út í Anderi og svona eiginlega sópaði mér út aftur og svona var ekkert almennilega við mig sko, hún var svona frekka þjóstug og svona einhvern veginn eins og ég ætti ekkert heima þarna og þetta Það verður bara boðflæna þarna já, ég veit, hvað ég eiginlega var að vilja upp á dekk sko. Og svo áhugavert. Það mjög áhugavert, hvað var í gangi, ég veit ekki ég var náttúrulega bara eins og spurningamerki á þessum tíma, hvað í gangi af hverju viljaðu ekki fjalla eitthvað sem að valda fullt af Íslendingum heilsutjóni, af hverju vill RÚV allra landsmanna, öryggisventil þjóðar sem hefur skyldum að gegna, af hverju vilja þau ekki hjálpa fólki, veiku fólki. Stöð 2, núna Sýn, þau höfðu samband við mig hérna strax í byrjun og tókuðu líka við mig viðtal. Og það nú miðil sem nú háðari auglýsingatekjum heldur en RÚV og ég svona hef nú alveg ákveðin skilning þar að þau vil ekki rukka bátnum kannski mikið. En byrju segja okkur á því, það tekið viðtal við þig fyrir sjónvarpsfréttir kvöldfréttatíma Stöð 2? Já, það hérna einhverjum dögum áður en að RÚV kemur til skæluna og þá það hún Erla Björk, nei, ekki Erla, sem núna fréttir, já. Hún kemur og tekur við með viðtal þá og bara fyrir utan vinnustæði minn og það bara, held ég hefnist bara vel það viðtal, þarna veit ég ekkert sko, nema bara það sem ég er búin að lendi sjálfur og hópurinn og þannig að það var bara byrta það kvöldið og svo kemur bara manni hvort að koma eitthvað skilabóð eða hvort ég bara hreinlega fekk ekki að vita neitt, þetta er svo langt síðan að það allan var ekki byrt. Byrtist ekki neitt? Það bara fellt niður. Væntanlega eftir einhver umræði þar inni sko. Þannig að þarna þetta kannski bara of stórt mál til þess að byrta það, ég veit það ekki. En óskaður eftir einhverjum skýringum á hvers vegna fréttin var ekki byrt sem var tekin upp með þér? Já, ég óskaði eftir skýringum að ég man ekki svörin í því máli en það var eitthvað lítið, svo fór ég reyndar aftur 2-3 árum setna. Það náði ég að kreista menn á fund með þeim á Stöð 2 fréttum aftur. Og þá fór ég alveg inn á fund og þar var rætt saman og minnir að það hefur þá verið hvort það var Erla og Heimir Már sem fór þetta þá og það var eitthvað svona farið við málið og svo fekk ég bara fréttunum það aftur setna að þetta yrði ekki byrt, yrði ekki fjallað þetta. Já. Ef þú værir fréttamaður og fjölmiðlamaður að vinna svona stóru miðli, þá er ég alveg vissum að þú myndir mótmælaði. En það virðist bara ekki vera máli með svona stóran hóp af frétta fólki í dag. Mér finnst fólki vera miðstýrt, það er það sem var hefur tilfinningunni. Ég hef ekkert svona engar sannanir en ég er bara búin að vera að fylgjast rosalega vel með fjölmiðla umræðu hér og í Bandaríkjunum og
bara hvernig allt er sett upp og hvernig allt virkar og það náttúrulega bara peningarnir stjórna það Mhm. þú veist, við þurfum ekkert að efast um það